Góðan dag. Þú ert að horfa á Menntamorgun ferðaþjónustunnar sem haldin af Hæfnisetri ferðaþjónustunnar, Samtökum ferðaþjónustunnar og markaðsstofum landshlutana. Ég heiti Bryndís Skarphéðinsdóttir og er starfsmaður Hæfnisetursins og í dag ætlum við að fjalla gríðarlega mikilvægt málefni og það öryggi og hvernig við getum stuðlað að öryggismenningu. Ég ætla ekki að staldra lengur við hér, heldur bjóða fyrsta erindi upp í púlt og það hann Gísli Níls Einarsson og hann framkvæmdastjóri öryggisstjórnunar. Velkomin Gísli. Takk fyrir. Góðan daginn öllsömmul. Ég hef verið svo blessunarsamur að hafa starfað lengi í öryggismálunum og var í 14 ár hjá VÍS, Vátrygingafélag Íslands, að vinna í forvörnum fyrirtækja, þar sem ég hef unnið mjög mikið með mismunandi atvinnugreinum og þar að meðal ferðaþjónustunni. Og eitt af því fyrsta sem ég gerði þar var einmitt að fara í svona áhættumat á bílaleigum og rútufyrirtækjum og vinna þétt með þeim, ásamt líka á svona afþreyingafyrirtækjum. En núna síðustu 2 ár ég með mitt eigið fyrirtæki, svona ráðgjafafyrirtæki sem að vinna með þá fyrirtækjum varðandi bara ýmislegt sem snýr á öryggisstjórnun og neyðarstjórnun. En ef við förum aðeins í ferðaþjónustuna að þá náttúrulega ferðaþjónustan orðin eina stærstu atvinnugreinum landsins og það mjög mikilvægt að Ísland sé eftirsóttarverður staður til að ferðast til, öruggur áfangastaður og rannsóknir hafa sýnt það erlendis að varðandi öryggismálin að þá slys á ferðamönnum, þau vanskráð og líka það sem mikil tíðni á slysum hjá ferðamönnum að þá það oftast vegna þess að það skortur á verklagi, öryggissjálfum starfsmanna og það sé skortur á einhverju regluverki og eftirliti með öryggismálum. En þegar við skoðum aðeins bara ferðaþjónustuna á Íslandi, við skoðum af hverju ferðamenn að koma til Íslands, jú auðvitað það af því að Ísland með mikla og fallega náttúru, en þegar við skoðum hvað skorar hæst hjá þeim, að þá það að því að líka ferðamenn upplifa Íslands í öruggt ferðamannaland. Það sé öruggt að koma til Íslands. Þannig að öryggi mjög ofarlega í huga fólks sem að koma til landsins. En þegar við skoðum aðeins hvernig þetta hefur verið að þróast okkar helstu áskonar í ferðaþjónustu, þá náttúrulega hefur alveg verið gríðarlegur vöxtur í fjölgun ferðamanna síðustu ár. Og toppnum var náð árið 2018. Og það sem náttúrulega fylgir svona örum vexti þetta rosalega fjölmenni og það bara alveg sama hvaða atvinnugrein það komið mikið fjölmenni þá bara aukast líkur á slysum, alveg sem hvað það tengt. Og það bara það sem hefur gerst hjá okkur að við höfum séð það bara varðandi slys á ferðamönnum að það alveg beintenging í vexti og umferðarslysum og bara almennum slysum og banaslysum. En það sem við höfum líka séð að þjóðerni ferðamanna skiptir rosalega líka miklu máli. Það að segja að við sáum allt í einu rosalega aukningu í tíðni slysa hjá einni þjóðerni fyrir nokkrum árum og það var þegar fólk frá Asíu koma mikið til Íslands og sérstaklega í umferðarslysum. Þannig að menning þessa fólk sem að koma að heimsækja okkur, það skiptir máli. En á sama tíma þessu rosalega vöxtur í ferðaþjónustunni, þá náttúrulega eina áskorunin með það að við þurfum mikið mannafl til að vinna í ferðaþjónustunni meðan hún að vaksa svona hratt. Og þetta vinnuafl sem aðalega í ferðaþjónustunni erlent vinnuafl. Og þá við komið með þessa áskorun að við komið með fjölmenningu og við fyrir að velta fyrir okkur hvaða tungumál tölum við á vinnustafnum. Það íslenska, portugalska, pólska og enska. Og svo náttúrulega búið á þessu æðislega landi þar sem áskorun okkar það við getum fengið allar ástöðunar af sumri til á einum degi. Þannig að það rosalega áskorun að vera með ferðaþjónustu á Íslandi og ég nefndi áðan þess að tölfræði varðandi slysin og sjáði nýjustu tölur frá 12. maí frá Samgöngustofu varðandi umferðarslys ferðamanna og þið sjáu það að það efst uppi hægra megin að það strax orðin aukning. Núna í fyrra fórum við yfir 2 milljónir ferðamanna sem komu til landsins
og þá bara kemur aftur þetta stóra risi umferðarslysum. Og svo þetta með eitthvað sem ég hef alltaf haft áhyggjur af, það eru hópslysin. Það að segja með rútuslys. Við sjáum okkur einasta ári, því miður, þá sjáum okkur einasta ári á veturnar að það eru rútur að fara út af vegunum og fara á hliðina. Og þarna eru 50 til jafnvel 80 borð. Og það hafa orðið hópslys og ég held að slysi mín, reynsla mín hafi unnið hjá tryggingafélagi, segir mér að þessi slys sem við erum að sjá hérna upp á skjánum þetta sé vanskráning vegna þess að þessi tölfræði bara slasaðir ferðamenn sem voru fluttir með sjúkrabíl. En við sjáum það til dæmis í rútuslysi sem fer á hliðina, þegar ég var hjá tryggingafélagi, að þá kom kannski fréttum 2 voru fluttir með sjúkrabíl og það eru skráðir 2 sem slösuðust. En svo kannski hálfu ári síðar sjáum við 12 bótakröfur að fólk hafi slasast í þessari rútu. Þannig ég held að tíðni slysa sé miklu hærri en við sjáum. Og sama með skemmtiferðaskipin. Þarna var atburður sem átti sér stað núna síðasta sumar, það sem voru 5.000 ferðamenn borð í skipinu. Þetta skip hefði getað stranda hérna hjá við þeim. Hvað hefði gerst þá? Þetta var mjög tæpur viðburður. Þetta svona áskorunum sem við erum að glíma við og líka kannski það sem svona áhugavert með okkar stöðu í öryggismáli ferðaþjónustunni, að það regluverkið. Það ekki til reglugerð öryggisskrefi til ferðaþjónustuaðila. Það eru bara til leiðbeinandi tilmæli á Íslandi. Og maður velti fyrir sér þessi tilmæli sem áttu að vera frumvarp árið 2012, maður velti fyrir sér núna eru liðin 12 ár, af hverju þetta ekki komin lög ferðaþjónustuna varðandi þetta? Af því þetta lögin eru rosalega góð að því leyti að þau leiðbeina okkur í rétta átt. En á sama tíma í þessari rosalegu vexti þá höfum við verið að lenda í áskorunum með slys. Og þegar við horfum bara á þessi slys sem ég set hérna upp, og þá í öllum þessi slysum eitthvað sem snýr að verkferlum sem hefðu getað verið betri. Og jafnvel öryggissjálfum og eftirlit. Hvort sem snýr að sveitarfélagi eða ferðaþjónustuaðila eða áfangastaðnum, viðkomandi áfangastað. Og líka önnur áskorun sem við höfum varðandi ferðaþjónustuna það að það ekkert svona miðstýring á þessu, það ekkert ein stofnun sem ber ábyrgð á öryggismálum í ferðamálum á Íslandi. Og það ekki búið að skilgreina einhver svona viðmið fyrir ferðastæði, bara hvað ástætt til að áhætta fyrir ferðastæði og hver svona eðlilegar mótvægisaðgerðir á viðkomandi ferðamannastæði. Og sama með þetta með skráning á slysum, hún ekki miðlæg. Og svo erum við náttúrulega gríma við aðrar áskorunir eins og jarðhræringar, eins og núna í Grindavík á Reykjanesskaga. Og svo núna í Bárðartunga, það komið jarðskjálfta þar. Þannig það nóg að taka í áskorunum hjá ferðaþjónustunni, en líka með tækifærin. Það fullt af tækifærum í öryggismálum líka hjá ferðaþjónustunni. Af því að ég held að öryggismál og ferðaþjónusta, góð þjónusta í ferðaþjónusta, þetta helst svo mikið saman. Að ég upplifi að það ég sé að fara í einhverja ferð, að ég sé öruggur, það leiðir til þess að viðskiptavinurinn ánægður og hann talar það og það mun smita út frá sér að það verður bætt ímynd og það verður bara aukið viðskipti og fólk vil koma ofta til Íslands. Og við náttúrulega erum á sama tíma þegar við erum að huga að öryggismálum, þá erum við að koma til móts við þessar væntingar sem ég sýndi hérna í upphafi það að það 80% ferðamanna að koma til Íslands að þetta öruggt ferðamannaland. Þannig að við erum líka að koma til móts við væntingar. Og varðandi nýsköpunina, þá alveg búið að vera fullt af nýsköpun í ferðaþjónustunni og ennþá að gerast. Og þetta Safe Travel sem Slysavarnafélagið búið að setja upp og sem langar hans að segja frá Blue Car Rental, þeir eru búin að búið til svona sér vefsíðu fyrir viðskiptarna sína öryggismál. Það engar auglýsingar en neitt, þetta bara öryggismál, sér sniði fyrir ferðamenn á bílaleigubílum. Þetta rosalega flott og síðan hvalaskoðunarfyrirtæki, þau eru að innleiða hjá sér að þróa með sér svona öryggisþjálfunarkerfi og öryggisstjórnunarkerfi fyrir hvalskip sem heitir Alda og síðan eru mörg fyrirtæki farin að nota gervigreind í því í öryggisþjálfuninni. Það að segja það sé hægt að hafa þetta þjálfunin á mörgum tungumálum og hafa þetta myndrænt og þannig að það fullt að gerast í nýsköpun í atvinnugreininni og svo kannski svona á lokum að þá rosalega gott fyrir ferðaþjónustuna kannski horfa til annarra atvinnugreina sem hafa verið að glíma við sambærilega áskorun eins og til dæmis fjölmenningu
og þá vil ég sérstaklega nefna sjávarútveginn. Það sem hefur náð gríðarlega góðum árangri að fækka slysum bæði í land og sjó. Og svo erum við að fara að heyra eftir varðandi þroskað öryggismenningu frá orkugeiranum. En svo eru líka aðrar atvinnugreinar sem eru bara ennþá í svona miklum átökum að ná böndum á sínum öryggismálum og það er líka gott að læra þeim eins og byggingargerðin. Svo bara að lokum þá eru þetta svona helstu atriðin varðandi bara öryggismál í ferðaþjónustu. Ég tók þetta upp á þessari skýrslu sem var frá 2022 í júlí. Það sem verið að tala um þessar 4 stoðir sem við þurfum að huga að í öryggismálum ferðamanna. Og þá vil ég kannski sérstaklega dvelja við síðasta punktinn lög og reglugerðir. Þannig að tækifærin eru klárlega til staðar og ég held að öryggismál og gæðamál, þetta er bara sikkur hliðin og sama peningnum og það eru opaslega tækifærin fyrir okkur í ferðaþjónustunni til að huga betur á þeim málum. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Gísli. Mikilvægi punktar hjá þér. Þú varst aðeins að lendi að það hoppaði áfram glærunar. Já. Ekki satt. Já. Ég ætla að vinda okkur í næsta erindi og vona að þetta verði ekki vandamál áfram og það er hann Dagbjartur Brynjarsson, hann er sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu. Velkomin Dagbjartur. Já, takk fyrir. Já, ég ætla aðeins að ræða öryggisáætlanir og er það ekki bara hluti af bákninu, er það ekki bara hluti af vandamálinu frekar en lausnin? Nei, ég held að það sé klárlega ekki hluti af bákninu. Þá var ég ekki hér. Öryggisáætlanir er verkfærið okkar til þess að vinna að öryggismálum. En af hverju eru þá með þessar öryggisáætlanir? Jú, við erum fyrst og fremst að horfa á öryggi starfsmanna og öryggi ferðamanna eða þess að viðskiptavina. Áhættugreining og mat, við metum hver staðan er og við vinnum markvisst að því að lagfæra það. Það er orðsporið okkar, bæði okkar sem einstaklings, fyrirtækisins okkars og ekki síður landsins, að hafa þessa hluti á hreinu. Við þurfum að vera með skýra viðbragðsáætlun, við þurfum að vita hvernig við ætlum að bregðast við og það þarf að vita fyrirfram, ekki bara þegar eitthvað gerist og þá fara að klóra þessu hausnum, já, heyrði hérna, hvað ég var að gera núna? Það sé alveg skýrt og allir þekkja það. Þjálfun og þekking starfsmanna, að við skilgreinum það. Þetta er náttúrulega hluti eins og kom inn á hérna rétt áðan, þetta er hluti af geðkerfinu okkar. Við erum í stöðugum framförum, hvernig getum við stöðugt bætt okkur orðið betri. Og svo síðast en ekki síst, lögin segja svo. Samkvæmt lögum Ferðamálastofu eiga fyrirtæki sem bjóða upp á ferðir að vera með öryggisáætlun. En það er ekki fyrsta seti. Fyrsta seti er starfsmenn og viðskiptavinir, öryggi þeirra. En þegar við horfum á þetta í verðandi ferðaþjónustunni hérna heima, þá er náttúrulega ferðamenn gera ráð fyrir því að fá góð þjónustu. Og öryggið er hluti af því. Það að ferðamaðurinn geti farið og tekið þátt í aðgerðinni eða tekið þátt í ferðinni eða hvað svo sem við erum að gera og komið heill út, ekki meitt sig, það er eitthvað sem hann gefur sér. Það er engin, þó svo að þetta sé gæti verið áhættusamt, þá gera ráð fyrir því að koma heill út úr því. Þannig að forvarnir skila miklum árangri og það er til rannsóknir sem sýna það að hver króna sem við setur í forvarnir skilaði svona 3,5 til 4 krónur tilbaka þegar kemur að aðgerðum, þegar kemur að því að bregðast við. Veður og landslag er náttúrulega, veður og landslag á Íslandi er einstakt og í raun og veru stór hluti af því sem við þurfum að vinna með á daglegum basis, því eins og kom inn á fram áðan, við getum haft allar árstíðirnar á sama degi. Ég ætla aðeins að vitna í Eisenhower að áætlunin er í raun og veru ekki það sem skiptir máli, eins og Eisenhower sagði það, áætlunin er ekkert
en það áætlana gerðin sem allt. Það að vera með einhverja öryggisáætlun upp í hillu vegna þess að við eigum að vera með öryggisáætlun ekki markmiði. Það sem svo mikilvægt í þessu það að við gerum þessa öryggisáætlun. Við fyrir ekki að kaupa með eitthvað út í búð, heldur við gerum það út frá okkar þörfum, út frá því sem við erum að gera okkar ferðum. Og það vinnuferli, þegar þið vinnið þetta og þegar þið vinnið þetta með starfsmönnum, það það sem svo stór og mikilvæg hluti af þessu. En hvað þá öryggisáætlun? Það skilgreint í lögum Ferðamálastofu að hver sá sem hyggst framkvæma skipulagðar ferðir innan íslensks yfirráðasvæðis ber ábyrgð á því að útbúa skriflegar öryggisáætlanir fyrir hverja tegund ferðar, óháð því hvort viðkomandi selur ferðina beint til ferðamanna eða með milligöngu annarra. Þetta segir það að allir sem eru að bjóða upp á ferðir þurfa að vera með öryggisáætlun fyrir þær ferðir. Það alveg skýrt. Hún á að vera skrifleg og hún á að vera skipt upp í þessa 4 hluta. Það að segja hún á að innihalda áhættu mat, verklagsreglur, atvikaskýringu og viðbragðsáætlun. Og hún skal vera skrifleg bæði á íslensku og ensku. Og þetta eru það kröfur sem eru gerðar í dag til ferðaþjónustufyrirtækja. Og ég ætla svo sem ekki að fara djúpt í þetta en það að fara í gegnum þessi 4 skref eins og ég myndist á áðan raun og bara viðurkennd aðferðafræði og það að gera áhættu mat viðurkennd aðferðafræði í það hvernig minkum við eða fækkum við slysum og hvernig skilgreinum við og áttum okkur á hvar hættunar eru. Þannig og þetta bara skilgreint ferli við skilgreinum þessar hættur og við vinnum út í því hvaða mótvægisaðgerðir við þurfum að vinna til þess að minnka áhættu eða líkur á slysi. Við erum með verklagsreglur og þetta eitthvað sem öll ferðaþjónustufyrirtæki eiga hafa alveg klár. Verklagsreglur, hvernig gerum við hlutina? Þetta ekki bara ferðaþjónustufyrirtæki, bara öll fyrirtæki, allur rekstur þarf að byggjast á verklagsreglum. Hvernig ætlum við að vinna hlutina? Þannig að við getum gert það eins, þannig að við vinnum saman. Og það í ferðaþjónustunni þá þurfum við með skilgreindar verklagsreglur fyrir alla ferðina. Alveg frá upphafi, áður en við byrjum í raun og veru undirbúning og alveg út í það að ganga frá. Við þurfum að skipta ferðinni niður í áfanga í raun og veru. Hvað gerist áður heldur en við hittum viðskiptavinum? Hvað gerist í miðasölunni? Hvað gerist þegar við tekur á móti viðskiptavinum og þess aftar? Og þetta eru bara gátlistar. Þetta eru verkfærin okkar. Við höfum ekki að líta á þetta sem eitthvað sem lokar okkur inni eða heftir okkur. Heldur, þetta eru gátlistar sem við vinnum út frá. Að halda viðhaldsskrá tæki og búnað bara hluta því að skila góðu verki. Og það að viðhalda tækjunum sínum og búnaði. Og að skilgreina hvaða þjálfun okkar starfsmenn eiga að vera með. Að menn hugsi það aðeins, mér ekki alveg sama hver það sem kemur og leiðir ferðina. Heldur ég vill að svo sem að leiðir ferðina sé allara með þetta eða hitt. Og þannig séum við búin að skilgreina hvaða kröfur í raun og veru við gerum til okkar starfsmanna og hvernig við ætlum að viðhalda þeim, því það líka mikilvægt. Hvernig ætlum við að æfa, ef við erum með til dæmis jöklagöngu, hvernig ætlum við að æfa sprungubjörgun, hversu oft ætlum við að gera það reglulega eða hvernig ætlum við að gera það. Þannig að þetta sé ekki bara bóklestur. Og við erum einhverja skilgreinda viðbragðsáætlun sem að allir í fyrirtækinu þekkja. Sama hver það sem að vinnur hjá fyrirtækinu, ef eitthvað kemur fyrir, þeir vita hvernig á að bregðast við. Þeir vita í hvernig á að hringja svo þegar að búið að bregðast við. Þannig að þetta sé alveg skýrt og að við skráum bæði slys og nærslys. Við skráum þetta niður, hvað sem kemur fyrir og hvernig getum við þá lært af því. Og það megin tilgangurinn með þessum atvikaskráningum eða atvikaskýrslum. Það ekki það að reyna að draga fram einhvern sökudólk, heldur það fyrst og fremst að hvernig getum við lært af þessu. Þannig við söfnum saman slysum og nærslysum og reynum að draga lærdóm af því. Og hvað hérna þá öryggisáætlun, við höldum því áfram.
Það ekki skjal sem við ætlum að geyma upp í hillu. Tilgangurinn með því að búa til og hafa og viðhalda öryggisáætlun ekki það að hafa einhverja hillumetra af áætlunum upp í hillu sem að enginn skoður og enginn notar. Það ekki tilgangur. Heldur, það að vera virkur hluti af öryggismenningu fyrirtækisins. Þannig við þurfum að byggja upp öryggismenningu innan fyrirtækisins þar sem að öryggið í fyrsta sæti. Og það allir á sömu blaðsíðu hvað það varðar. Allir starfsmenn þurfa að vera virkjar í öryggisáætlanagerðina. Það þurfa allir að hafa eignarhald á henni. Já, heyri, þannig myndpunkt, þetta það sem ég bent á. Eða, já, ég bent á þetta. Þannig að menn sjáu að þeirra álit skila sér inn í áætlunina. Þeirra vinna skila sér inn í áætlunina. Og það þurfa allir að þekka öryggisáætlunina. Menn þurfa að vita hvernig á að bregðast við, menn þurfa að vita hvað á að gera og hvernig á að koma ábendingum á framfæri. Og menn þurfa líka, viðskiptavinir þurfa að geta treyst því að öryggi sé í fyrsta sæti. Viðskiptavinir fyllast trausti þegar einhver segir, heyrðu, veitu nú, stopp, hérna, ég ekkert viss að ég að halda áfram miðað við aðstæður sem eru núna. Frekar heldur að halda áfram og lenda svo í basli. Kostir náttúrulega öryggi viðskiptavinarins, auka ímynd Íslands sem öryggan áfangastað, minnka hættu og hugsanlega skaðabóta ábyrgð og auka ánægju viðskiptavinarins. Það, eins og kom fram hérna áðan, það eru klárlega áskoranir. Það tekur tíma og mannskap að útbúa áætlunina og það að virka starfsmenn til þátttöku, það tekur sem tíma. Og við erum með tungumála erfiðleika og þess áttar. En það sem við þurfum að hafa í huga, kannski svona til þess að enda á því, eflið öryggismenningu innan fyrirtækisins, allstaðar. Allir horfi á setja öryggið í fyrsta sæti. Sama hvar þú ert innan fyrirtækisins, það allir meðvirkar og allir þáttakendur í því. Verið góða fyrirmyndir, sýnið öðrum hvernig á að gera hlutina, virkið starfsmenn til þess að taka þátt í öryggisáætlanagerðinni, veiti starfsmennin þau völd og það til að taka ákvarðanir, koma upp gátlistum, virkið viðskiptavini og eigið vilt samtal við viðbragðsaðila. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Dagbjartur og þetta allt rétt. Það alltaf hægt að hafa samband við hann Dagbjart og Ferðamálastofa til staðar til að veita aðstoð til að gera slíkar öryggisáætlanir. Og svo stefnur Hæfnisetri líka á að útbúa sniðmát í samstarfi Ferðamálastofu þar sem ferðaþjónustufyrirtæki geta farið beint inn og fyllt inn í öryggisáætlunina. En næsta dagskrá hjá okkur í dag, það hann Reynir Guðjónsson og hann öryggisstjóri hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Velkomin. Takk fyrir og takk fyrir að fá tækifæri til þess að tala við ykkur hérna í dag. Ég búinn að vera í Orkuveitunni í 12-13 ár og ég búinn að vera í álbransanum í stóriðunni 10 ár þar á undan og í þessum öryggismálum í samtals ykkur 20 og eitthvað ár. Og þetta búið að vera ferðalag. Við erum búin að vera þroskast og þróast í stóriðunni og orkugeiranum. Það er mjög mörg ár síðan að einhver sagði við mig, Reynir, það ekki vinnandi fyrir þessu kjaftæði í þér, sko. Þessi duglegu sem vilja bara gera hlutina og svona halda áfram. Þau finna bara að þetta íþyngjandi að vera að fara eftir þessum öryggismálum. Og fólk verið að segja miklu meira bara, já, öryggismálin númer 1 hjá okkur. Og þá segi ég, er það? Vegna þess að það sem ég sé að eitthvað annað númer 1 hjá þér. Öryggismálin nefnilega eru svo gegnsæ. Þau eru svo góður mælikvarði á stjórnun. Af því við horfum bara á það, hvernig þau eru. Og ég ætla aðeins að rökstyðja það. Öryggi að mínu mati bara að koma auga á, meta og stýra hættum. Það bara það sem öryggismál eru. Sum segja, já, öryggismál eru að allir komist heilir heim.
Það er að fara til reglum og en mitt álit bara, það einnig bara afleiðing af öryggi. Jú, ef allir farið til reglum, þá það bara einhvers útópísk hugsun að því við erum mannleg. Við erum bara eins og vatnið, við reynum að fara bestu leið eða auðveldustu leið kannski. Þannig að, og það að allir komast heilir heim bara afleiðing af því sem við erum að gera. Hvort þú komast ekki heil heim, þá bara líka afleiðing af því sem við erum að gera. Þannig að öryggi ekki að mínum að þetta 0 slys. En það þýðir ekki að við ætlum ekki á 0 slys sem einhvers konar sýn. Við ætlum að stefna því að vera með 0 slys og það svona framtíðarsýnin okkar. En við getum aldrei haft það sem einhvers konar markmið. Og engin óörugg hegðun ætti þá frekar að vera einhvers konar markmið. Frekar heldur en engin slys. Og ef við erum að horfa á markmið, þá ættum við kannski bara frekar vera að horfa á eitthvað sem við ætlum að gera, heldur en eitthvað sem við ætlum ekki að gera. Af hverju að segja engin eitthvað eða ekkert eitthvað, frekar heldur en að segja svona mikið af einhverju. Í staðinn fyrir að horfa á óörugga hegðun, horfum þá bara á örugga hegðun. Hvað örugg hegðun, skilgreinum það og mælum það. Og við erum búin að sjá það fyrir okkur að með því að vera að áhættumeta og að greina og meta og skilgreina varnarlögin, gera áætlanir með hvernig við ætlum að stjórna þessu öllu saman og búa til það plagg og setja það upp í hillu. Það gott og vel, það bara fínt. En þetta svo svona hjá okkur? Við þurfum alltaf að vera að spyrja okkur því og það það sem að stjórnandinn gerir. Það það sem að stjórnandinn gerir í öllu öðru heldur en öryggismálum. Já, ef við bara hugsaum fjármálin, við erum hérna með svona áætlun það hvernig við ætlum að hafa þessa innkomu og hvernig við ætlum að hafa það sem að fer út af fé eða fjölda viðskiptavina eitthvað slíkt, við erum með þetta og síðan spyrja þessu alltaf, þetta svo svona? Og þau vita það. En ef við spyrjum þau öryggismálin, þetta svo svona? Það vita þau það ekki, já, ég held það. Og það ekki gott svar. Þannig að við þurfum að vera að stjórna öryggismálum bara eins og öllu öðru og koma auga á hætturnar tímanlega. Ég með mynd sem ég nota stundum þar sem við sjáum 2 aðilar vera að ganga undir frakt sem við að hífa og við sjáum að það svona smá galli á einum hleknum í hífinu og þar var tækifæri að koma auga á hættuna þegar að byrja að hífa. Það líka tækifæri að koma auga á hættuna þegar að aðilarnir ganga undan. Það sannarlega tækifæri að koma auga á það þegar að farmurinn fellur rétt hjá þeim. Og svo komist við bara ekkert hjá því að koma auga á það þegar að fólki slasast. Og það bara allt of seint. Við mistum sem stjórnendur og mistum að tækifærum til þess að koma auga á áhættuna löngu áður. Við höfum verið að gera það hjá Orkuveitunni þannig að við erum að áhættumeta öll verk og við erum ekki að áhættumeta þau generíst, við erum að áhættumeta þau svona spesifíst. Þannig að þegar að ykkur hópur af fólki að fara að vinna úti núna, segjum bara í rafmagni, þá voru þau áðan, bara strax í morgun voru þau að fara yfir það hverjir eru áhættundur í þessu verki síðan að fara í núna og eftir, þó þau séu búin að gera þetta 100 sinnum. Og halda þau fundi það, hverjar eru áhættun og hvað það sem við ætlum að gera til að stýra áhættunu okkar í dag. Svo þegar þau koma á staðinn, þá farið það aftur yfir það, þá staldraðu við augnablik og spyrja sig, þetta eins og við heldum þetta væri? Þannig að þegar þau gera þetta, þá eru þau að vinna með stöðluðum hætti og þau eiga til staðlaverklan sem byggir á áhættumati það hvernig þau ætla að vinna í tiltekin verk. Og síðan hefur við skilgreint hjá okkur gullnar reglur. Og ég ekki talsmaður þess að eiga reglur allt. Það ekki hægt að mínum að smíða reglur allt. Ef við ætlum að treysta á það eingöngu, þá missum við af. Þá gerist eitthvað bara þegar við lítum undan eða þegar kemur ný manneskja eða aðstæður pínlítið öðruvísi, þá munum við missa af. Reglur eru fínar og við höfum skilgreint 8 slíkar, ekki 108 eða 208 heldur bara 8. Og þær eru hérna í mikilvægastu öryggisreglur Orkuveitunar og þetta eru bara nokkrir flokkar. Við erum með til dæmis vinnu í umferð. Að vera í umferðin og vinna innan umferð sem dæmi. Og svo erum við með 7 aðrar hérna sem ég ætla nú ekki að fylja upp. En aðeins vinnu í umferð og þá sjáum við að það eru þarna
svona 4 varuráðstafanir sem á að viðhafa miðað við aðstæður og þannig eru gullnu reglurnar okkar byggðar upp. Þetta eru bara einfalt, þú gerir þessa þætti og þá ertu öruggur. Og gullnu reglurnar hjá okkur eru unna þannig að við gerðum þetta í samráði við starfsfólkið, við öryggisnefndirnar, öryggis- og heilsunefndirnar og stjórnendur og við fengum þannig samþykki fyrir að þetta eru mikilvægustu áhætturnar okkar og svona ætlum við að stýra þeim. Og þá það núna, þegar við erum búin að gefa þær út, þá þær ekki umsemjanlegar. Þannig að þegar starfsfólk fer að vinna í umferðinni, þá erum við ekkert að semja við þau að hvort við ætla að vinna svona eða ekki. Þetta það sem við ætla að gera. Þannig að stjórnandi stjórnar öryggismálum. Við bara setjum fram í samráði við starfsfólk eitthvað sem okkur finnst vera mikilvægt. Við ákveðum hvernig við ætlum að tækla það og svo fylgjum við því eftir. Við vitum hvort þetta svona eða ekki. Þannig að ég spyr mína stjórnendur, hvernig staðan úti í mörkinni hjá þér, það sem að fólkið þetta að vinna? Og ef að þau ekki búin að fara af og til og athuga það, þá vita þau það ekki. Þess vegna eru þau að mæla það. Þannig að ef við hugsum markmið og mælikvarða, þá erum við ekki að mæla bara slysin. Þetta er að mæla hversu oft stjórnendur að fara þarna út. Þegar að fara þarna út, í hvert hlutfall þeirra verka sem við erum að vinna, það sem við erum að fara eftir gullnu reglunum. Hvert hlutfall þeirra verka sem við erum að vinna, það sem við undirbúum þannig að við förum yfir áhættumati. Hversu oft erum við að staldra við á verkstað og hversu mikið það í hlutfalli við þau verk sem við erum að vinna á hverjum degi. Þannig að stjórnar þessu eins og öðrum málum. Og hann ábyrgur. Hann accountable fyrir niðurstöðunni. Það engin annar sem tekur við því. Það stjórnandi sem tekur við því. Stjórnandi getur fengið ykkur aðra til þess að vera svona responsible fyrir ykkur í framkvæmd. En það alltaf stjórnandi sem verður að líta í eigin barm. Er ég með þetta eða ekki? Er ég að stjórna örygginu eða ekki? Þannig að góð öryggismenning bara ákvörðun. Og ég segi bara, ákveðið bara hvernig menningu þið viljið hafa. Fáið svo bara fólki í lið með ykkur til þess að vinna hörðum höndum á því og þá fáið þið það sem þið viljið. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Reynir. Mér finnst það mjög góð punktur varðandi núllslys, ekki horfa núllslys. Af því að það hefur bara sýnt sig að ef að það sé umbunað fyrir núllslys, þá mun starfsfólk ekki tilkynna það, fá jafnvel þrýsting frá samstarfsfélögum til að tilkynna það ekki. Og þá höfum við ekki hugmynd hverja séu áhættunar. Og þess vegna alltaf svo mikilvægt að hafa svona atvikaskýrslur til að tilkynna líka næstum því slys og allt sem getur mögulega leitt til slys. En við ætlum hérna í síðasta erindinu að hlusta á hann Hauk Herbertsson. Hann rekstrarstjóri hjá Mountaineers of Iceland og hann með reynslusögu fyrir okkur og dýrmætan lærdóm sem þau var dregið af þeirri reynslu. Velkomin, Haukur. Sæl. Haukur Herbertsson heiti ég og að vinna hjá Mountaineers of Iceland. Mér langar að þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta á mig í dag. Það kom upp atvik hjá okkur snemma á árinu 2020. Ástæðan fyrir ég að tala við ykkur inn í dag vegna þess að við á Mountaineers tókum fljótlega þá stefnu að læra af atvikinu og deila þeim lærdómum með öðrum. Í gegnum árin höfum við fjárfest mikið í öryggistengdum búnaði. Það hefur verið mikið lagt upp í þjálfun starfsmanna til að mynda að senda leiðsögumenn á skyndihjálparnámskeið, sprungubjörgunarnámskeið og hluti þeirra hefur verið sendur á Wilderness First Responder námskeið. Ferilvigtunarbúnaði hefur verið komið fyrir öllum ökutækjum Mountaineers til að geta vakta staðsetningu þeirra. Það kom upp atvik í janúar 2017 þar sem hjón urðu viðskila við hópi vélsleðaferð. Í kjölfar atviksins voru ferlar og áætlanir einnig teknar til endurskoðunar. 7. janúar 2020 til að fjalla örlítið atvikið samkvæmt þeim upplýsingum sem ég bý yfir
En ljóst má vera á öllum atvikum eru 2 hliðar ef ekki fleiri. Fjallað hefur verið atvik í fjölmiðlum áður. Það sýnir skamman tíma en í dag ætla ég að stikla á stóru. Atvikaskýrsla fyrir atvikið á verslóni skálpi.com fyrir áhugasama. Sú atvikaskýrsla frekar ítarlega útbúin tímalínum og tilheyrandi og hvet ég áhugasama til að skoða hana. Strax snemma morgun 7. janúar 2020 var ljóst að von væri á vindu og úrkomu seinni part dags. Gul viðvörun var í gildi. Þá var tekin svo ákvörðun að aflýsa öllum vélsleðaferðum þennan dag að undanskildum þeim ferðum sem kæmu til okkar á breyttum jeppum. Ferðinni sem var ekki aflýst samanstóð á hóp 39 viðskiptavina sem var áætlaður í vélsleðaferð og skoðun í Íshelli í hádeginu 7. janúar. Þessari ferð var ekki aflýst vegna þess að talið var að vel væri mögulegt að aka þessa ferð áður en viðurtekja versna á svæðinu. Áætlanir gerðu ráð fyrir að hópurinn kæmi í bækistað Mountaineers í Geldingafelli kl. 12, myndi galla sig upp, fá kennslu á vélsleða og fara í ferð kl. 12:30. Þá gerðu áætlanir ráð fyrir að hópurinn yrði kominn tilbaka kl. 13:45. Samkvæmt veðurspá átti veður að taka versna upp á kl. 3. Hópurinn átti að vera kominn tilbaka vel fyrir þann tíma. Brottför hópsins staðist 20 mínútur, ferðalagi í Íshelli tók lengri tíma en áætlað var, en hópurinn lenti þar 13:40. Eðlilegur ferðatími í Íshellin var yfirleitt í kringum 30 mínútur, en var þarna 50 mínútur. Á þessum tíma veður ennþá gott og skyggni ágætt. Leiðin frá Íshellinum gekk mjög hægt í erfiðum snjó og leið sem tekur venjulega 20 mínútur tók klukktíma. Sleðarnir voru farnir að festast ítrekað og farið var farin að spillast verulega. Þá var skyggni einnig tekið að versna. Rétt eftir kl. 3 var öllum ljóst bæði í ferðinni sjálfri og á skrifstofu að verulegar tafir væru á för hópsins. Vindur var farin að aukast og komin í kringum 20 metra á sekúndu með skafrenning og hitastig var á niðurleið. Ferðamenn áttu í verulegum vandræðum með að aka í þessum aðstæðum og leiðsögumenn þurftu stöðugt að aðstoða fólk af vélsleðanum. Á þessum tímapunkti hóparinn ekki hálfnaður á leiðin tilbaka. Við tókum þá ákvörðun að virkja varaplön á þessum tímapunkti, það sem við kalla plan A og plan B. Í plani A var ákveðið að yfirleiðsögumaður ferðarinnar færi á sekti snjótróðara sem var í eigu samstarfsaðila. Stefnt var að hópurinn yrði sóttur og komið í skálan á þessum tróðara. Í plani B var ákveðið að virkja alla starfsmenn í nágrenni við Flúðir og senda á móti hópnum á jarðýtu og 4 breyttum jeppum. Kl. 5:30 byrja tróðar með gangtruflanir og endar á að drepa á vélinni. Ferð jarðýtu og jeppa gekk hægt vestan að Geldingafelli. Skrifstofa Mountaineers í Reykjavík var í samskiptum við leiðsögumenn sem voru með hópnum. Í upphafi voru þeim gefnar tímasetningar og staðsetningu tækja, en eftir því sem á leið var skipti yfir að gefa hópnum upp upplýsingar fjarlægðir. Kl. 8 hringt í 112 og óska eftir aðstoð viðbragðsaðila. Á þessum tímapunkti vorum við ekki vissir að okkar plön getur gengið eftir. Þar sem snjótróðanum var stopp og 1 af 4 jeppunum úr leik. Hálftíma seinna, rétt fyrir kl. 8:30, komst jarðýtan með 2 jeppa að hópnum. Hafist var handa við að koma öllu fólkinu í þessa 2 jeppa. Á þessum tímapunkti var á okkar mati mesta hættan leiðin hjá, þar sem mögulegt var að koma fólkinu í hlýja bíla. Þarna var fólki búið að bíða á þessum stað í rúma 4 klukktíma. Sleðamenn frá Landsbjörgu mættu á svæði rétt eftir miðnætti þegar yfirtóku vettvanginn og ákveða að ferja fólkið með snjóbílum niður í Geldingafell. Snjóbílarnir mættu á svæði nokkuð seinna og byrja að ferja fólkið niður á svæðinu. Seinustu ferðamenn lentu ekki í Geldingafelli fyrir klukkan að verða 4 nótt. Á þessari glæru þá sjáum við neðst niðri, syðst, þar Geldingafell, Íshellirinn hann í jökulsporðinum. Bláur punkturinn það sem að hópurinn endaði á að stoppa og rauði punkturinn það sem snjóbílinn bilaði. Hvernig virkuðu öryggisáætlanir okkar þennan dag? Allir farþegar voru með þann búnað sem til var ætlast, leiðsögumenn voru einnig búnir eins og til var ætlast á þessum tímapunkti. Leiðsögumenn fóru eftir fyrirfram ákveðinni leið og viku ekki frá henni.
Samskipti á milli skrifstofu og leiðsögumanna gengur vel allan tíman. Samskiptabúnaður virkaði vonum framar þennan dag. Ferilvöktunarbúnaður sannaði einnig gildi sitt þar sem staðsetning var þekkt allan tíman. Það var enginn týndur og slasaðist enginn. Mikið lagt upp úr þjálfun starfsmanna til að mynda sprungubjörgunarnámskeið, skyndihjálp og Wilderness First Responder. Einn leiðsögumanna í viðkomandi ferð var til að mynda búinn með Wilderness First Responder. Þrátt fyrir að margt hafi ekki farið eins og það átt að fara þennan dag, þá er ljóst að fyrirtæki án þessara verkferla, viðbragðsáætlana, búnaður og reynslu starfsfólk hefði staðið frammi fyrir mun alvarlegri atviki. Þegar í óefni var komið virkuðu áætlanir og þjálfun starfsmanna þannig að mögulegt var að forða alvarlegu slysi. Mountaineers of Iceland hefur alla tíð lagt mikið metnað í að greina áhættu og ferla viðbragð við óvæntum aðstæðum. En það er líka eitt að skrifa öryggisáætlanir og það er annað að fara eftir þeim. Hvað hafði mátt fara betur? Það eru ákvarðanir sem voru teknar á þessum degi, voru teknar með við þær upplýsingar sem lágu fyrir á þeim tíma. Leiðaval hefði mátt vera betra eftir áhyggja og valið var leið sem innihélt hóla og hæðir sem voru erfiðar, yfirferðar og byrjuðu sín. Tímastjórnun var ekki í lagi. Eftir áhyggja hefði átt að snúa hópnum við þegar ljóst var að hópurinn næði ekki fram og tilbaka í íshellinn á þeim tíma sem áætlaður var í slíka ferð. Samskipti við farþegana ferðarinnar voru erfið. Tungumóla örðuleika gerði vart við sig á svæðinu á tíma. Starfsmenn Mountaineers upplifðu mikla vanlíðan þegar þeir komu niður af fjallinu í hjálparmiðstöð sem hafði verið komið upp á Gullfosskaffi. Þeim fannst að sér vegið á svæðinu. Stærstu hluti starfsfólksins ákvað að yfirgefa svæðið án þess að fara inn og tala við starfsmenn Rauða krossins vegna þess að sjónvarpsmyndavélar og lögmenn voru mættir á svæðið. Eftir þetta atvik vorum við í samskiptum við marga opinbera aðila þar sem öryggisáætlun, verklag og svo framvegis var rýnt með tilliti til þessara atburða. Sú öryggisáætlun sem unnið var eftir uppfyllti formskilyrði laga. Við tókum hins vegar þá stefnu að taka öryggisáætlun, verklag og viðbragðsáætlanir til endurskoðunar. Tekin var ákvörðun að skjala betur alla okkar ferla, endurskoða búnaðarlista og svo framvegis. Starfsmenn Mountaineers of Iceland gerðust ekki sekir refsiverða háttsemi samkvæmt niðurstöðu yfirvalda þrátt fyrir að slíkt mætti halda á umræðinni. Við viðurkennum og göngumst við því að þau gögn sem við höfum búin til eru ekki fullkomin. Þau eru alltaf hægt að bæta og þess vegna mikilvægt að starfsmenn hafi mjög greiðan aðgang að þeim. Þannig getur þetta orðið lifandi plagg sem batnar með hverju árinu. Við reynum nú eftir fremsta megni að upplýsa viðskiptavini þær áhættur sem fylgja ferðum í og við jökla. Ævintýraferðir hafa í för með sér samþykkta fyrirliggjandi áhættuþætti og áskorunir. Að taka áhættu hefur í för með sér ánægju en líka hættur. Ævintýraferðum fylgir alltaf einhver áhætta, ákveðnum svæðum fylgir alltaf einhver áhætta, ákveðnum aðstæðum fylgir alltaf einhver áhætta. Það er okkar hlutverk að lágmarka þessa áhættu, reyna að stýra henni og einnig að sýna rétt viðbrögð þegar aðstæður þróast á annan veg en áætlað er. Það er óábyrgt af okkur að lofa viðskiptavinum 100% öryggi og þess vegna reynum við að upplýsa viðskiptavinum þær hættur sem tengjast ferðunum. Eftir atvikið áttum við samtal með aðgerðasviði Landsbjargar. Við óskuðum eftir þessu samtali til þess að geta gert betri úrbætur á ferlum fyrirtækisins. Sérstaklega varðar björgunarþætti og samstarf við björgunarsveitir. Þá rýndum við aðgerðirnar í sameiningu frá 7. janúar 2020 og ræddum opinskátt hverju væri mögulega ábótavant. Atvikið var rætt frá sjónarhóli hvors annars, gott samstarf við Landsbjörgu er okkur rosalega mikilvægt og þetta er ómetanleg þjónusta sem þar er veitt þó maður voni alltaf að maður þurfa að nota hana sem sjaldnast. Það getur vel verið að þurfa að hringja í 112 á eftir eða á morgun. Ég vona svo sannlega ekki. Takk fyrir mig. Takk kærlega Haukur, dýrmætur lærdómur þarna. Og ég þakka öllum í dag fyrir mjög innihaldsrík erindi, fræðandi. Og ég bendi líka að þeim sem eru að horfa á að Hæfnisetrið er búið að útbúa 6
6 góð ráð til að stuðla að öryggismenningu fyrir stjórnendur. Það kom inn á síðan okkar og það kemur núna í spjalli svo þið getið farið inn og skoða á ykkar eigin tíma. Og þessi upptaka af Mentamorgunni, hún verður strax til á Facebook síðunni en svo kemur hún líka á YouTube og heimasíðu Hæfnisetursins, hæfni.is. Takk fyrir áhorfið.